svo býrðu til réttlætanir á því að ritskoða fólk á netinu og langsterkasta réttlætingin þetta haturskonsept vegna þess að það allir svo að því við erum gott fólk, sko. Við viljum ekki hatur á milli fólks. Við viljum stöðva það. Það vilja allir bara guð. Ég vil ekki einhverja hatursbylgju í mínu samfélagi. Þannig að það stjórnvöld eru komin og segja bara, heyrðu, við erum hérna bara, ekki hafa ágjörð þessu, við ætlum aðeins að glíma við smá hatursorðræðu, við þurfum bara að gera það sem við þurfum að gera, láta okkur þetta, skilur. Þá eru langflestir venjulegi borgarar bara ekki fara að gera athugasemd við það. Ég meina, þeir eru bara að glíma við hatur, En þetta misnotað, þetta eru stjórnmálatæki. Ministry of Love. Já, þetta ást, skilur. Við ætlum að tryggja ást, skilur. Það bara að gegn hatri. Við ætlum að tryggja ást á milli allra með því að sækja fólk til saka. Og við sjáum það í Evrópu, í Bandaríkjunum, víða. Augljóslega í svona formlegum gerræðisríkjum sem viðurkenna sem gerræðisríki, en ég að horfa á lýðræðisríkin, frjálslyndu vestrænu lýðræðisríkin, þá sjáum við það að í raun og veru úrræðið, loka úrræðið þeirra til þess að halda völdum þessara woke flokka í einhverju skilningi, ef við lítið svo á, að ritskoða og framfylgja lýðræðinu með gerræði. Það að segja, ef að lýðræðið lifir ekki lengur af án gerræðislegra aðferða, þá náttúrulega, skilur, þá það ekki lýðræði. Og hvað gerum við þá við lýðræðishugtakið? Við látum eins og lýðræðishugtakið snúist eitthvað annað en bara að fólki ráði. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/1pæling.